gjörðu svo vel. Krakkar minni, þið munið fara. Amma. Þetta einkennilegi dagar sem við lifum á. Það alveg ótrúlegt hvað margir hafa orð á því hvað að gerast eða hvernig endar þetta. Og sumir, ekkert endilega þeir sem trúa á Guð eða taka mark á Biblíunni, þeir verður ofta á að segja þetta getur ekki endan nema á einn veg. Það að koma heimsækir. Segja sumir. Við þurfum ekkert að óttast nema það eitt að gleyma því hvernig Guð hefur leitt okkur fram að þessu. Ég vil gjarna deila með ykkur í dag uppörvun og hvatningu sem við fáum í Jósúa bók hetjuna miklu Jósúa. Hann var einn af tveimur sem að tóku mark á Guð og treystu honum 40 árum áður en þeir loksins fengu að halda inni fyrir hérna landið að þeir gætu tekið það og unnið sigur á óvinum þjóðarinnar. Þeir höfðu verið 40 ár í eyðimörkinni og þurfti ekkert að vera þar. En Guð hafði sagt þeim, þið eruð ekki tilbúnir að fara inn fyrir hérna landið, þið treystu mér ekki, þið trúið mér ekki. Því að 10 af 12 njósnurum sem höfðu verið sendir 40 árum áður inn í fyrirheimlandið sem Guð ætlaði að gefa þeim. Þeir komu með mjög neikvæða skýrslu tilbaka og sögðu, það eru risar í landinu, við getum ekki unnið á. Og borgirnar eru svo víggirtar, við ráðum ekkert við þetta. Og þeir töldu alla þjóðina svo að segja á sitt band. Svo Guð gat ekki fyllt þeim inn í fyrirheimlandið. Þeir myndi aldrei geta unnið það með þessu hugafari að við getum ekki, að það séu bara risar og óvinnandi borgir inn í landinu. Það var Kaleb og Jósúa sem einir af njósnarunum 12 komu með þessa skýrslu. Jú, það eru víggirtar borgir að þér virðist óvinnalegar og það eru risar fyrir í landinu. En við getum auðveldlega ráðið niðurlögu þeirra með Guðs hjálp. Höldum inn í landið. En þeir fengu engu ráði. Og í 40 ár þurfti fólk Guðs, ef hægt var að kalla það fólk Guðs, því þeir hafði hafnað leiðsögn hans. Þeir þurftu að lifa í eyðimörkinni, ráfa fram og aftur í vonleysi og trúleysi. Og þeir grétu örlög sín að fá ekki að fara inn í fyrirheimlandi. En það stóð þeim til boða. En nú var komið að því að þessi kynslóð sem var svona neikvæð og hrædd, hún var liðin undir lok. Þeir dóu í eyðimörkinni. Þessir fullorðnu sem höfðu hafnað Guði og boði hans að halda inn í fyrirheimlandi ósmeyk. Móses var dáinn þegar hér komi. Þjóðin, Ísraelsmenn, voru komnir að ánni Jórdan, austan megin við ána Jórdan, það sem nú heitir Jórdaníu. Og andspænis handan við fljótið var fyrirheimlandi. Hvað hafði breyst? Ekkert annað en það að það var ný kynslóð sem hafði tiltrú á Jósúa og mönnum eins og Kaleb að þeir gætu unnið landið þó að borgirnar væri svo víggirtar og óvinnandi mannlega séð að því að virtist. Og nú var komið að þessari stundu. Og það sem ég deili með ykkur í dag er afstaða Jósúa. Hvað hann gerði, hvernig hann brástu við, vegna þess að við getum lært af honum og reynslu hans og þessara kynslóðar sem lét sér bara þykja það nokkuð gott að vera undir hans leiðsögn og halda bara í trú yfir ána Jórdan þegar hún var í flóði, hún flæddi upp á bakka sína og bara það eitt að fara yfir ána þegar þannig stóð á
að það var alvörumál. Og hvað þá með alla þjóðina, kannski 1 milljón eða 2 milljónir, menn eru ekki alveg sammála hversu margir þeir voru á þessum tíma, en þeir voru margir og með búfénað og hvað eina, konur og börn einnig, svo að nú átti að halda inn í fyrirheitna landi. Þegar hér er komið, þá skulum við drepa niður í Jósúabók og skoða hvað þar er að finna. Í 1. kaflanum þá segir Drottinn við Jósúa: Móse, þjónn minn er andaður. Ríst þú nú upp og fari yfir ána Jórdan með allan þennan lýð inn í landið sem ég gef þeim, Ísraelsmönnum. Hvern þann stað er þér stigið fæti á mun ég gefa yður, eins og ég sagði við Móse. Hann er að segja frá því sem hafði verið lofað til 40 árum. Frá eyðimörkinni og Líbanon allt til fljótsins mikla, Efrat fljótsins. Takið eftir svæðinu þarna sem að Guð hafði lofað þeim. Allt land Hetíta, allt til hafsins mikla mót sólarsetri skal land yðar ná. Enginn mun standast fyrir þér alla ævidaga þína. Svo sem ég var með Móse, svo mun ég og með þér vera. Ég mun eigi sleppa af þér hendinni, né yfirgefa þig. Hér er Drottinn að tala við einn sem trúði, sem treysti. Og við í dag getum lært af því sem þarna var að gerast. Að alveg eins og á þessu tímamótum, þegar Guð vildi leiða það fólkið inn í fyrirheitna landi, fyrir botni Miðjarðarhafs, þá erum við á svipuðum tímamótum í dag. Við þurfum bara að treysta og ekki gera sömu mistökin og lýðurinn sem fórst í eyðimörkinni bara vegna vantrúar, vegna þess að þeir óttuðust, þeir voru hræddir. Ég má til með að geta þess hér núna að, já, ég vék að því í bænastundinni áðan, hvað margir telja að þetta séu svo alvarlegir tímar. Og bara hér á göngunum á leiðinni hérna inn í salinn í dag, þá var ég spurður: telur þú að Biblían haldi því fram eða er minnst á það möguleika í Biblíunni að 3. heimsstyrjöldin geti á sér stað? Það gerðist bara núna fyrir nokkrum mínútum. Og ég sagði eitthvað á þessa leið: Biblía sér ekkert endilega 3. heimsstyrjöld, en lýsir kringumstæðunum þannig að það getur alveg orðið. En ég er ekkert að fullleiða það. En hvað er að gerast í dag, vinir? Á Kóreuskaga alveg sérstaklega, þarna lengst í austri, þar er vopnaskak og þar eru þjóðir sem að ráða yfir kjarnorkuvopnum sem að gætu komið af stað meiri háttar átökum í þessum heimi okkar, örlagaríkum. En það getur vel verið að eitthvað verði til að grípa inn í og koma í veg fyrir það. Við skulum bara vera vissum að við séum Guðs megin í þessari baráttu milli hins góða og illa í þessum heimi. En nú vil ég koma aftur í þessu texta sem við vorum að lesa og er hérna enn upp á tjaldinu, að frá eyðimörkinni og Líbanon allt til fljótsins mikla, Efrat fljótsins. Vitið hvað þetta stór svæði? Það sem Írak er og styrjöldin innrás Bandaríkjamanna inn í Írakforðum fyrir fáeinum árum, þá var Efrat fljótið og Tigris fljótið. Þetta var alltaf í fréttum. Frá þeim stað og allt til Líbanons og lengra í sólsetur í vestri til fljótsins mikla, Miðjarðarhafsins. Og svo allt land Hetíta, þetta er þessi Tyrkland er. Allt til hafsins mikla mót sólarsetri skal land yðar ná. Þetta var landskiki sem Guð var að lofa Ísraelsmönnum og hafði lofað allt frá dögum Abrahams. Þetta verður ykkar land. Þeir réðu aldrei yfir öllu þessu landi. Af hverju? Af því að þá koma alltaf tímabil og kynslóðis sem ekki trúðu Guði og treystu honum ekki. Eða létu sig nægja bara það sem var komið í hendur þeirra af loforði Guðs. Þeir réðu aldrei yfir landi Hetíta.
þessu stóra svæði inn í Tyrklandi, næst Sýrlandi. Þetta átti að verða þeirra land. Írak átti líka verðar, því það næstum því allt saman innan vestanmegin við Efrat-fljótið. Og svo var það frá fjöllunum og eyðimörkinni í norðri til suðurs. Gífurlegt landflæmi sem þekur marga þjóðir í dag. Þetta átti allt að vera land Ísraelsmanna. Og þaðan áttu þeir að boða fagnaðarerindið út allan heim, svo allur heimurinn yrði land Guðs og land þeirra sem tilheyrðu fólki Guðs. En höldum nú áfram. Drottinn lofar Móse, ég mun ekki sleppa fyrir hendinni. Og allstað það sem þú stígur fæti þínum á, það verður ykkar land. Hugsið ykkur að lofar Guðs í Biblíunni, sem við höfum ekki tekið mark á. Og þau eru enn við lýði í dag á margan hátt. Við skulum skoða þetta nánar. Sjáum við til dæmis þarna, alveg efst það sem stendur Turkey, þetta Tyrkland. Og langt í suður og í austur til það sem nú Írak og í vestur átt til hafsins mikla. Þetta átti að vera Ísrael, eða fyrir landið. Svo segir áfram í 1. kafla, og það frá 6. versi, það Drottinn sem talar, verð þú hughlaustur og öruggur, því að þú skalt skipta meðal þessa líðs landi, því ég sór feðrum þeirra að gefa þeim. Hann að vitna hér í Abraham, Ísak og Jakob. Verð þú aðeins hughlaustur og harla öruggur að gæta þess að breyta eftir öllu lögmálinu, því Móse þjónn minn fyrir þig lagði. Vík eigi frá því, hvorki til hægri né vinstri, til þess að þér lánist vel allt sem þú tekur þér fyrir hendur. Sjáum þér, Guð setur ákveðið skilyrði og ég mun blessa ykkur. Nei, við frelsumst aldrei fyrir það hversu dugleg við erum að hafa í heiðri lögmáli. Það auka blessun sem við hljótum þegar við hlýðum Guði í einu og öðru. Og lögmálið sem talar í Biblíunni oft meira en bara boðurum 10. Og því að Ísraelsmenn kölluðu rigningarnar lögmál Guðs. Förum svo yfir í 5. kafla. Þar segir áfram, allir konungar Amoríta, þeirra bjuggu fyrir vestan Jórdan, og allir konungar Kananíta sem búa við hafið, þeir heyrðu að Drottinn hefði þurrkað vatnið í Jórdan fyrir Ísraelsmönnum, uns þeir voru komnir yfir. Þá kom þeim æðra í brjóst, það að segja ótti, skelfing, og þeim féllst hugur fyrir Ísraelsmönnum. Sjáum þið, Guð var búinn að vinna málið fyrir þá, eins og kemur í ljós síðar í því sem við rifjum upp hér í dag. En ég vil geta þess, þegar segir allir konungar Amoríta og svo konungar Kananíta, og þá voru fleiri þjóðir. Það talið að það hefði verið 32 þjóðir, eða þjóðabrot, undir forystum 32 konunga. Og Ísraelsmenn, einir, undir forystu Jósúa, eins manns, myndu vinna sigur á þeim öllum, ef þeir bara vildu fara eftir Drottni og treysta honum. Þá fer allt vel. Og í dag, þegar að ótti og skelfing virðist vera að koma yfir þjóðirnar, af ótta vegna þess sem að koma yfir mannkynið, þá ber okkur að treysta og koma að orði Guðs og læra það, taka það til okkar og bara treysta Guði. Hann sagði það, við treystum því. Þetta á að vera viðhorfið minnir. Við höldum áfram í 5. kafla frá 13. versi. Það bar til Jósúa var staddur hjá Jerikó að hann leit upp og sá hvar maður, takið eftir í hvernig orðalagið hvar maður stóð gegnt honum með brugðið sverð í hendi. Jósúa gekk til hans og sagði við hann, hvort ert þú vormaður eða af óvinnu vor? Jósúa var ekkert að víkja því að hann sá einn mann með brugðið sverð. Sjálfsagt var hann með sitt sverð en í slíðri, því hann átti ekkert von á þessum manni.
Svo að eftir hefur hann hugsað sér svo, býtum við, ég aleinn, en þannig maður með sverði brugði. Hann getur orðið á undan mér og gengið frá mér. Jósúa vék ekki einu feti frá þar sem hann stóð. Hann bara spurði, ertu einn af okkur eða á móti okkur? Hann svaraði, það er að segja, þessi maður, takið eftir orðalaginu. Nei, heldur ég fyrirliði fyrir hersveit Drottins. Nú sjáum við að þetta einhver himnesk vera. Nú ég kominn. Þá féll Jósúa fram á ásjónu sína til jarðar, laut og sagði, hvað vilt þú, Herra, mæla við þjón þinn? Jósúa tilbað Drottinn, því hér var Drottinn á ferðinni. Þá sagði fyrirliði fyrir hersveit Drottins við Jósúa, drag skó þína fótu þér, því að það heilagur staður en þú stendur á, og Jósúa gjörði svo. Tilbeiðsla. Himnesk vera, Drottinn almáttugur kominn til að hjálpa þessum eina manni sem treysti, sem hafði talið allri þjóðinni trúum og sannfært á fylgið mér og þá mun vel fara fyrir okkur. Nú gat Drottinn komist að og gert undursamlega hluti fyrir fólk sitt af því að það hafði ákveðið að treysta. Á meðan flæddi áin Jórdan í öllu sínu veldi á ég við þegar á flóðatíma. Ég hef komið þarna. Ég hef komið þarna á þurrkatíma. Þá sé ég að áin Jórdan sumstaðar ekki mikil á og því síður stórfljót til að óttast. En þarna voru leysingar. Vatnið að bráðna í jöklu Líbanonsfjalla og þess vegna voru leysingar og flóðatími á svæðunum þarna umhverfis ána í Jórdan. En það var þá sem Drottinn vildi að það færi yfir. Því að Drottinn ætlaði að gera undursamlega hluti fyrir fólk sitt. Og Jósúa, hann var ekkert að tvínóna við það, að féll fyrir fótum Drottins og tilbað. Hann var tilbúinn í allt. Nú förum við yfir í Åpenbarunarbókina í 3. kafla, rétt til að rifja upp hvernig þetta verður í lóttímana. Því þar boðskap að finna sem á við okkar tíma. Þar segir í 3. kaflanum frá 9. versi, það Drottinn Jesús sem talar. Ég skal láta nokkra af samböndu Satans sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en það ekki heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. Að því að þú hefur varðveitt orðið þolgæði mitt, mun ég varðveita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem að jörðinni búa. Þetta tíminn sem við lifum á. Þessi reynslu tími sem að koma yfir heimsbyggðina á okkar tíma. Og 11. versi, já, ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þetta snýst trú, vinir. Þetta snýst að treysta á orði Guðs, að taka mark á honum. Við sjáum öll táknin vera rætast sem umtalað og boðuð í Biblíunni tímana og tíman áður en Kristi kemur. Og Drottinn að undirbúa okkur fyrir það að hann komi sjálfur með alla engla himins í mætti og mikilli dýrð til að sækja fólki sitt, til að bjóða það velkomið inn í dýrð himinsins, til að vera þar alla eilífð. Erum við tilbúinir? Sýnum við trú? Erum við fús til að kannast við Drottinn okkar á tíma þegar fæstir kannast við hann? Það segir líka þannig í sama kafla í Åpenbarunarbókinni, 3. kaflanum frá 15. versi. Það enda á Drottinn sem talar. Ég þekki verkið þín að þú ert hvorki kaldur né heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skippa þér út af minni mín. Í frummálinni þetta orð sem því þarna skippa. Það felur meira í sér lýsingun á því þegar við kastum upp. Þegar við kastum upp og ælum, af því þetta eitthvað svo ógeðslegt við getum ekki haldið í niðri.
Það þannig tilfinning sem verið að lýsa þarna. En það gerir stundum í nútíma þýðingum að orðalag mildar, að skyrpa. Eitthvað svona. Þetta miklu alvarlegra. 17. versi. Þú segir ég ríkur orðinn og auðugur og þarfnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Þetta lýsing Drottins á ástandi hinna trúuðu, almennt sér, allan heim í dag. Ég ræð þér, segir hann, að þú kaupir hann með gull, skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komi í ljós að vanvirða nektar þinnar og smyrst að smyrja með augu þín til þess að þú verður sjáandi. Drottinn hér að kalla á okkur að eignast trú, lifandi trú, sem líkt við gull, sem reynt í eldi, já, trúarreynslur sem bíða okkar, en vel þess virði að takast á við vegna verðlaunanna sem framundan og það bil að verða það sem fólk upplifir þegar Kristi kemur innan skams. Og hann ráðleggur okkur að kaupa hvít klæði til að skýla okkur með. Því að í augum Guðs og himneskra vera við slíkir syndaselir að það verður eitthvað annað verðmætara og dýrmætara að koma til þess að hylja þessa syndanekt okkar. Hér verður að víkja að réttlæti Jesú Krists. Það ekki neitt sem þú getur sagt eða gert til að ávinna þér hjálpræði Guðs. Alls ekki neitt, annað en að þiggja, taka á móti þessari náðargjöf. Þegar þú gerir það, sem úthellt blóð Krists á Golgata fyrir syndi þínar, okkar, þá því lýst í orði Guðs að við séum íklædd réttlæti Jesú Krists. Og þannig birtist við í dóminum, hið efra. Þá getur Drottinn sagt, já, þessi minn, þessi mín. Svo ég leggi honum orð í munn. Og þá örlög okkar alla eilífð að ráði. En svo segir hann einnig, hann ráðleggur okkur að kaupa, það ekki endilega fyrir peninga heldur að þiggja, að kaupa smyrsl til að smyrja augu okkar með. Hér verður ekki heilugum anda. Og það fer lítið fyrir heilugum anda oft á meðal margra sem telja sig vera kristna. Í þeirra hugum heilugum andi bara eitthvað gufa. En vinir, heilagur andi raunverulegur og án hans munum við aldrei þiggja náðargjöf frelsarans. Ágætt, við skulum bara halda áfram. Þetta allt að finna í Biblíunni, vinir. Ég aðeins að stikla á stóru hér í dag. Það eini málsgrein sem hrífur mig og ég kaus að birta hana hér í dag. Hún skrifuð af konu, Ellen G. White, í bókinni Ættför og spámenn á blaðsíðu 355. Þar segir til dæmis þetta: Guð gerir mikið fyrir þá sem treysta honum. Ástæðan fyrir því að fólk Guðs hefur ekki meiri styrk en raun ber vitni sú að það treystir svo mikið á eigin visku og gefur Drottni ekki tækifæri til þess að opinbera mátt sinn í þágu þess, í þágu fólksins. Hann mun hjálpa trúum börnum sínum í allri neyð ef þau setja allt sitt traust á hann og hlýða honum samlega. Hér verið að kalla bara á okkur að treysta orði Guðs, treysta frelsaranum okkar og fara eftir öllum leiðbeiningum hans. Eigum við að fara yfir í Hebreubréfið í 11. kafla, því að þar minnst á þessa trúarhetju sem Jósúa einnig á meðal. Þar segir frá 30. vers í 11. kafla: Fyrir trú hrundu múrar Jerikó borgar, menn höfðu gengið í gegnum þá, eða kringum þá, í 7 daga. Fyrir trú var það að skækjan Rahab fórst ekki ásamt hinum óhlýðnum, þar sem hún hafði tekið vinsamlega móti njósnarmönnunum forðum. Hugsið ykkur.
Það var fyrir trú. Þeir þurftu ekkert að berjast. Þeir voru vopnaðir, sumir hverjir, það er að segja Ísraelsmenn. En það var frekar að þeir blésu í lúðra og þá hrundu borgarmúrarnir. Og svo er svo stórkostlegt að lesa það að þarna var ein skækja sem átti íbúð sína á byggðar inn í múrana umhverfis Jerikó borg. Hún hafði tekið loforð af njósnamönnum sem hafði farið inn í borgina áður en ráðist var þar inn að þeir myndu minnast sín fyrir það að taka áhættu að fela þá og bjarga lífið þeirra. Því það var verið að leita að þeim, það var þegar hafði vitnast út á meðal borgarbúa, það eru njósnarar á meðal okkar og svo fór allir að leita, en þeir fundu þá ekki hjá henni. Og þar sem hún hafði tekið vinsamlega á móti þeim, þá bað hún að allt hennar fólk, öll fjölskylda, stór fjölskylda, myndi ekki líða fyrir þegar ráðist var inn í borgina og var alveg sannfærð að Ísraelsmenn myndu vinna sigur og leggja borgina í rúst. Henni var bjargað og öllu hennar fólki. Þannig sjáum við að þó að við teljum okkur hafa verið stór syndara fram að þessu. Við könnumst við erum sek gagnvart Guði. Ef við bara gefumst honum á vald, núna þá er það ekki og sek. Ekkert frekar en Rahab. Og er það ekki undirsamt að hún talið með í ættartölu Jesú Krists? Stórkostleg. Ég bregð hérna upp einhverju myndum sem að listamenn hafa búið til. Jú, þeir gengu umhverfis borgina Jerikó einu sinni á dag í 7 daga og síðasta daginn, hvað var það, 6 eða 7 sinnum og það bara hrundu borgarmúrarnir. Þeir blésu í lúðrana, hrútshorn, og það er ekkert mjög hávært hljóð. Þetta eru mjög dimm hljóð sem koma úr þessum hrútshornum. En það dugði, sérstaklega með svona marga, og borgarmúrarnir, þeir bara hrundu niður. Og svo segir í 24. kafla Jósúa, þetta eru kveðju orð Jósúa. Hann segir frá 14. versi, þegar að kveðja fólki sig. Óttist því drottinn og þjónið honum englalega og dyggilega og kastið burt guðum þeim feður yðar þjónuðu fyrir handan fljóti og í Egyptalandi og þjónið drottni. Líkið ekki þjóna drottni. Sjáu því, við höfum valkosti. Guð ekkert að þvinga okkur, en hann býður okkur mjög skilmerkilega þykkiði skynsamlega gott boð. Líkið ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverju þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim feður yðar þjónuðu. Þeir bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta hverja land þér nú byggi. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Hvað viljið þið gera, vinir? Hvað viljum við gera? Á komandi vikum og mánuðum þá munum við skoða nánar orði Guðs. Undursamlega hluti, hvernig Guð hefur leitt og varðveitt fólk sitt. Og hver örlög þeirra verða sem ekki taka mark á orði Guðs. Við viljum undirbúa okkur undir á komandi mánuðum og ég segi örfáum árum þar til drottinn kemur að þér virðist tímans stuttur. Því að þetta er lífsspursmál að eilífu fyrir hvert og eitt okkar að íhuga. Í Hebreabréfinu í 11. kafla frá 38. versi þá segir að ekki átti heimurinn slíka menn skilið. Hvernig menn? Þeir reikuðu óbyggður og fjöll og héldust við í hellum og gjótum, sjáu þið, þeir héldust ekki við í borgunum. En þó að allir þessi menn fengið góða vitnisburð fyrir trú sína hlutu þeir þó eigi fyrir eigi. Hvaða fyrir eigi? Eilíft líf. Ekki strax. 40. versi. Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var að án vor skyldu þeir ekki fullkomnir verða. Sjáu þið. Guð ætlar að safna öllu saman frá öllum kynslóðum, frá öllum öldum, frá upphafi vega mannkynsins. Þeir fara samtímis
inn í himini með frelsaranum þegar hann kemur til að sækja þá. Dánir hvíla í gröfum sínum. Þeir sem hafa trúað á frelsarann og meðtekið hjálpræði hans, þeir munu rísa upp. Við, þó að okkar bíði það að deyja, þá munum við rísa upp ef við höfum tekið mark á orði Guðs og meðtekið út af blóð Jesú Krists vegna synda okkur til blessunar. Þá munum við líka rísa upp. Og þeir sem eru lifandi þegar Kristi kemur, þeir umbreytast ásamt öllum hinum í einni svipan, eins og talar í fyrra Korinthubréfi 15. kaflanum, lesið það í enda kapítulans þegar við komum heim. Við munum umbreytast í einni svipan. Dýrlegu dagur. Og Guð ætlar okkur öllum að verða samferða inn í himini. En þetta fer að gerast. Við stöndum eins og við værum á bökkum fljótsins í Jórdanár. Og það býður okkar núna bara að halda yfir. Flóðið, þetta var flóðatími hjá Ísraelsmönnum eða Jórdaníumönnum þarna, konungana þarna allt í kring, þeirra þjóða. Það var óyfirstífulegt ástand hvað fljótið snerti þá. Eins og í dag, við sjáum ekki handan við allt þetta sem framundan er. Hvernig endar þetta? Spyrja margir. Þriðja heimsstyrjöldin í aðsíð. Allt getur gerst. Í 28. kafla lesum við að við höfum verk að vinna. Þetta eru kveðju orð Jesú Krists til lærisveinana. Það sem að segja frá 17. versi. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu en sumir voru í vafa hvort hann hefði virkilega risið upp. Og Jesús gekk þegar talaði við þá og sagði: allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Er ekki stórkostlegt? Við höfum ekkert að óttast við neitt. Bara treystum og göngum með honum hvern einasta dag. Dag og nótt er því að skipta. Við höfum verk að vinna að fræða aðra. Það er svo sé verið að blása í lúðra í dag. Atburðarás heimsins í dag er að segja okkur: þetta fer að enda bráðum. Verið bara trúföst. En svo segir Kristur líka í 21. kafla hjá Lúkasi frá 25. versi að tákn munu verða á sólu, tungl og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausar við dönur hafs og brimgni. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því sem koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himnanna munu befast. Þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi og mætti og mikilli dýrð. Og þegar allt þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nánd. Er þetta ekki stórkostlegt loforð? Getur við lyft okkur að treysta þessu? Fyrir alla muni, treystum Drottni og orði hans og þá mun okkur öllum vegna vel. Kristur fer að koma, vinir. Bíðum og þreyjum og hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Minnist þess að hinna heilugu er ekkert bara syndlaust fólk. Þetta eru syndarar sem Guð kallar heilaga af því að þeir hafa kosið Jesú Krist og hjálpræði hans. Megi Guð hjálpa okkur